Góðan daginn, þetta Salvör hérna og þetta annar hluti af upptöku erindi QR-kóða og hvernig við getum notað þeim á kennslum. Og í þessu erindi ætla ég að taka, þessum hluta ætla ég að taka nokkur dæmi og ég með QR-kóðana líka á glæránum og fyrsta dæmið það sem ég ætla að fara yfir hérna að ég ætla að fara yfir hvernig við notum QR-kóða til að benda á langa og leiðilega vefslóð í staðinn fyrir að segja að við séum með fyrirlestur eða eitthvað, leggja inn eitthvað verkefni í staðinn fyrir að láta nemendurna hafa mikið fyrir því að skrifa inn langa og leiðilega vefslóð sem með einhverjum táknum. Þá getum við sett þetta upp á QR-kóða þannig að nemendur með snjalltæki og tölvur sem að geta lesið QR-kóða geta farið beint á þessa slóð. Nú síðan ætla ég að taka dæmi hvernig við getum látið QR-kóða benda beint á mynd sem á vefnum og ég ætla að taka dæmi myndrenning vegna þess að það hentar dálítið vel við þessi tæki sem við erum með núna að hafa efni sem eins og renningar. Það að segja að nemandinn bara skrunar upp eða niður á símanum sínum eða snjalltækinu. Síðan ætla ég að fjalla aðeins hljóðskrár, hvernig við reyndir að taka aðeins dæmi SoundCloud þá og ég ætla að benda á vídeó, hvernig við getum búið til QR-kóða sem að tengir beint í vídeó sem að væri þá vistað á okkar eigin svæði en við gætum auðvitað líka verið með YouTube eða önnur vídeókerfi og líka þetta getur líka verið einhvers konar skjáupptökur en þetta verður að vera MP4 formi. Og síðan ætla ég að taka dæmi hvernig við búum til, getum látið búið til QR-kóða sem bendir beint á próf sem að nemandinn tekur eða spurningakeppni, nemandi eða þáttakandi í leik eða því viðfangsefni sem væri með og síðan ætla ég að taka hvernig við getum búið til QR-kóða sem að beinir beint á eitthvað ákveðin stað á korti. Og þá segir sér sjálft að þá verður að vera með, ef við ætlum að nota þetta mikið í svona kort, þá verður að vera möguleiki á GPS í tækjunum sem við erum með og líka að við séum þannig aðstæðum við höfum GPS samband til þess að skoða GPS-nyt sem nú kannski ekki hægt inni. Nú síðan það dottið þarna niður ætla ég að benda á hvernig við getum tekið upp hljóð og eitt tæki til að gera QR-kóða, eitt svona QR-code generator þetta sem ég sýni ykkur þarna á skjánum og þetta bara eitt af mörgum og ég notaði það með þessi dæmi og fór semst á þessa vefslóð og í sumum tilfellum þá þurfti ég að breyta í texta, jafnvel þó að þetta væri, ég hafði hakað við að þetta væri url, þetta væri vefslóð, en í sumum tilfellum þá þurfti ég að breyta í texta ef ég til dæmis ætlaði að tengja beint í Google Document og það reyndar bara þetta tvennt sem ég notaði. Og ef í tilviki að ég ætlaði að búa mér til svona eitthvað nafnspjald, þá myndi ég nota WAV-kart hérna. En ég notaði ekkert annað. Og já, hér dæmi þegar ég með vefslóð og segjum að ég sé með svona vefslóð og þá get ég búið til QR-kóða sem að nemendur geta þá beint tækjunum sínum myndavélunum sína með QR-kóða lesara og fengið þessa vefslóð beint inn í tölvurnar sínar eða snjalltækin
Og svo ætla ég aðeins að fjalla hvernig við getum látið fara bara beint á myndir. Og við getum auðvitað látið sett mynd inn á vefsæðið okkar hjá háskólanum. Það er í public folder inn á Uglu, en við gætum líka beint á myndir sem aðrir hafa sett inn á vefinn eða við sjálf. Og mér langar til þess að kynna fyrir ykkur svæðið emgur.com sem er svona myndasvæði sem er svona nokkuð svona einkennandi fyrir nútíma vefumhverfi og það sem að margir er að miðla í dag. Og það er mjög einfalt að miðla þar myndum, það er mjög einfalt að hlaða þar inn myndum ef eitthvað vantar svæði til að hlaða inn mynd sem það ætla að nota, þá getið þið farið bara í upload, þurfi ekki einu sinni að vera skráð inn á þetta vefsæði. En það sem þið þurfa að vita er slóðin á myndina. Og slóðin er, og til þess að geta vísað því bara beint í svona QR-kóða, þá þarf það að vera slóð. Og þeir geti fengið þessa slóð með því að fara á myndirnar á þessu EMGR og með hægra smella mynd þá sjáðu þið slóð beint á mynd. En hér er dæmi mynd sem er svona eins og langur renningur og það er svona eiginlega margar myndir eru þannig mikið efni sem við erum að skoða á svona snjalltækjum. Það hentar ákaflega við þetta form að hafa verið ekki, við erum sko hætt að vera í blaðsýnum, heldur erum við svona nútíma efni er oft sett upp í svona langa renninga og þetta er oft á myndrænan hátt og þetta er oft kallað infographics. Í þessu tilfelli það er mjög mörg dæmi með þetta á Imgur myndasafninu, þar sem þetta er oft svona sett upp í svolítið brandar. En það fer fram á þessu safni umræða og deiling á myndum og það er hægt að deila myndunum af mörgum af þessum kerfum og meðal annars Pinterest og Tumblr og Facebook og Twitter. Og ég ætla ekki að tala meira myndir, en aðeins ef við ætlum að deila vídeó og sem væri ekki inn á YouTube, heldur væri einhvers staðar á vefsvæði, við höfum sett inn vídeó á vefsvæði og við ætlum að deila því þannig að það geti notendur sem eru með síma geti spilað myndbandi beint, þetta væri leiðbeiningar fyrir hvað þetta að gera eða þess að tel, eða námsefni eða eitthvað fræðslefni, að þá verðum við bara að passa að þetta sé á MP4 formi. Það er form sem að flesti nútíma vafra geta spilað beint og símtæki líka, sem eru með svona nútíma vöfrum. Og tek það fram að þessi dæmi sem við erum að taka núna eru öll þannig að við þurfum að vera með nettengda síma eða snjalltæki. Og alveg á sama hátt getum við slegið inn slóðina fyrir, ég sé að það hefur fallið hérna, þetta hefði átt að enda á bátur.mp4. Slóðina fyrir svona skjáupptökur og þetta er eitt dæmi það og ef þið mynduð beina snjalltækjum sem væri með QR-lesara á þetta merki þá ætti það að koma beint á þessa slóð. Og svo er eitt dæmi sem að mér finnst svona skemmtilegt að taka, það er hvernig við getum notað spurningakeppni og ég bjó til próf á vefnum pro.profs.com þar sem ég sett inn spurningar og það kostar ekkert að skrá sig á hana vef og
maður fær 14 daga svona pröfuútgáfu en eftir það þá eru þau próf sem maður býr til að þau eru með auglýsingum og ég man nú ekki og eru opin en það skiptir ekkert máli í þessu tilfelli ofta hvað sem er að vera opið. Mér finnst þetta einfalt og þægilegt kerfi og það virkaði allavega í þeim símum sem ég prófaði það í og ég bjó til svona spurningar segjum að þetta væri í tengslum við eitthvað svona safnaferð á Síldarminjasafn og þá setti ég inn spurningar sem þannig að svona lítur þetta út í símanum og síðan þegar notandinn í síma er búinn að svara þessum spurningum þá færi hann svona viðurkenningar skjal sem hann getur prentað út og hann þarf að vita hvað maður rétt og hann fær líka að vita hvað hann var lengi að svara þessu. Þetta getur verið hópar sem verður að svara einhverjum svona spurningum. Hann fékk spurningu sjálf það í tíma hvort við getum ekki notað Google Docs, safna saman gögnum í Google Docs og það er alveg hægt að nota Google Docs til þess að láta nemendur skila inn svörum við spurningum og ef þetta eru krossaspurningar þá er líka hægt að setja þetta þannig upp að það sé sjálfvirkt farið yfir og það sé gert með þá er það gert með töflureikningnum og þá er svona bara sést formúla sem ber saman rétta svarið í töflureikningnum en ég fann ekki út hvernig ég geti gert það þannig að það kæmi svona ef við værum að spila svona ratleik ef við værum með hóp í ratleik þá myndum við svona leið að þau væru að gera spurningar og þá myndum við strax fá niðurstöðuna þegar við værum búin að svara 10 spurningum en ég geri fastlega ráð þegar það sé alveg hægt og Google Docs er mjög mikið notað í skólastarfi. Ég hefði gjarnan viljað gera spurningar í íslenska leiknum QuizUp sem er svona heimsþekktur leikur, spurningaleikur með hundruðum þúsunda spurningum en það er ekki hægt að setja sjálfur sína spurningar þannig að maður verður að miða við þessar spurningar sem eru þar en hugsanlega getum við búið til ratleik eða einhvers konar leik sem hann notaði sér þann mikla banka en ég held að allar spurningar það sé á ensku reyndar en ég hvet ykkur til þess að skoða dæmi svona quizmaker sem myndi geta búið til spurningar sem við gætum látið nemendur svara á síma og í þessu tilfelli þá sendist líka niðurstöðurnar inn þannig að ég sem notandi þarna get séð hvað fólk hefur gert rétt og vitlaust. Frammistöðu hvers og eins. Nú ég get líka skoðað staði á landakorti og búið til ef að ég nota nú segi bara google.is/maps og ég slagi inn einhvern stað og í þessu tilfelli ég leitað Skipholt 37 og þá kemur slóðin svona efst í vafranum. Ef ég lími þessa nú slóð bara beint inn í QR-kóða lesara, QR-kóða generator eða verkfæri til að búa til QR-kóða, þá get ég fengið svona QR-kóða þannig að þeir sem væru að þetta væri einhver námsleikur eða námsverkefni að þeir sem skönnuðu inn en að QR-kóða fengju strax þennan stað upp á korti og segjum að þetta væri ferð sem ætti að fara á nokkrar stöðvar og það eru svona miklu möguleikar að þessu í skólastarfi og tómstundastarfi. Nú eitt sem var svolítið svona skemmtilegt að því leyti að það sýndi hvernig við notum tæknina og er samt á óskaplega einfalt, það er þetta QR Voice, það er bara qrvoice.net og það er þannig að þar verðum við að byrja að stilla á íslensku, það er svona lítið hak hérna sem við getum stillt á milli tungumála og ég hef stillt þetta á íslensku
og svo skrifum við bara inn texta hérna á íslensku, bara eitthvað rosalega stuttan texta, og þetta ætti að vera bara það fyrir eftir hvernig þetta hugkvæmni okkar segir hvernig við getum notað þetta í þeim leik sem við erum að gera eða þeim námsverkefni, og við getum látið þetta vera til dæmis einhverju hlutir sem að þetta væri svona QR-kóði prentaður út af einhvern hlut, og svo ætti nemandinn að lesa á hlutnum og þá fengi hann þessi talskilaboð. En leiðum við erum búin að skrifa inn textan, þá ýtum við á enter og þá getum við hlusta á hann og fengið þessa fámenna QR-kóða og getum límt hann, getum prentað hann út og notað hann í leiknum okkar, og þá fyrir það bara beint inn í þessi hljóðskrá. Þetta umsnýr textanum í tal, þannig að við þurftum ekki að taka upp talið sjálf. Þetta svolítið svona tölvugerð rödd, það svona svolítið Google íslenska, en skilst alveg. Og svo við tölum aðeins meir hljóð, að þá gætum við haft QR-kóða sem tengir beint í MP3 hljóðskrár, og ég setti þarna eina slóð með nokkrum, ef þið smellið af þetta börn og tónlist.net/fæl, þá þar á netinu nokkur MP3 skrár sem þið getur prófað að tengja beint í, ef þið viljið prófa að búa til QR-kóða sem tengja beint í hljóðskrár. En ég hugsaði að það væri kannski gott að nota eitt hljóðumhverfi á netinu sem afar einfalt og heitir SoundCloud, til þess að búa til leiðbeiningar eða eitthvað sem ætti að nota í leik hjá okkur eða einhverju námsefni. Það er mjög auðvelt að fella þetta inn í önnur kerfi, til dæmis alls konar blokkkerfi, og ég setti, fyrra dæmi íslenska tónlist, þannig að ég get líka tekið einhverja hljóðskrá hjá öðrum, og fjöldamargir svona tónlistamenn nota þetta. En ég get líka notað þetta fyrir texta, og seinna dæmið, þarna SoundCloud/nám og kennsla, það dæmi frá mér, það sem svona sýnishorn, bara það sem ég segi 1-2 setningar, og það skiptir máli að taka bara upp með góðum míkrafón, og maður getur tekið bara beint upp, maður fer bara, með míkrafón tengda við tölvuna hjá sér, og fer býr sig til þessi notanda og SoundCloud, og þá fær maður, í ókeypis útgáfuna, þá fær maður einhverja ákveð marga mínútur sem maður má taka upp, það hansi mikið, og svo getur maður tekið upp bara með því að smella á upload, og þar getur maður bæði sett inn hljóðskrá, eða þá maður getur tekið upp bara með því að recording bara beint á tölvuna. Og SoundCloud svolítið svona eins og YouTube fyrir tónlist, það svona hljóð, og þetta svona neðra, svona 2 dæmi það sem að kennarar hafa verið að setja leiðbeiningar fyrir nemendur sína. En það ekki með mjög góðum hljóðgæðum, að ég hvet ykkur til þess að hafa góða míkrafón. Nú síðan til að deila efni sem við setjum inn á SoundCloud, sem að ég væri búin að lesa hérna inn, þetta var bara eitthvað 1 mínúta sem að ég hafði tekið upp, að ef ég fer hérna niðri í sér, það eru alltaf þessi merki sér, að þá poppar upp svona gluggi eins og hérna fyrir neðan, og það sem ég get deilt þessu á ýmsa slóðir og ýmsa staði, eins og Tumblr blogg, og ég get deilt þessu líka á Pinterest, en ég get líka bara límt þessa slóð hérna bara beint inn í QR-code generator, og þá búið til QR-kóða sem að færir okkur bara beint á hana stað á SoundCloud. Og það hægt að lesa það í allavega þeim vefrum sem ég prófaði
þá gat ég lesað beint. En það líka hægt að hlaða niður appi frá SoundCloud inn á spjaldtölvur eða síma og þá kom það svona aðeins skemmtilegra út. En það svona kannski óþarf að hlaða niður appinu ef við erum með unga nemendur og við vildum ekki fylla síman okkar. En þetta svona eitt gott dæmi efni. Nú ég ætla að taka þess nokkur dæmi að sýna ykkur þetta hvernig ég bý þetta til. En svo hérna ég á vefnum á www.google.is/maps og ég búin að slá inn eitt stað í Reykjavík sem Skipholt 37. Svo myndi ég taka, smetla þessa slóð og hægri smetla og segja bara copy og fara svo inn í QR-kóða lesaran, QR-kóða tæki til að búa til QR-kóða og líma inn slóðina og ef ég lími hana svona inn og ég segi enter þá fæ ég eitthvað að ég þurfa að borga fyrir en ég ætla ekki að gera það, ég ætla að fara hérna í bakka hérna og ég ætla að fara og setja þetta, líma þetta sem, ég fara hérna í more og segja líma þetta sem texta bara svona að sýna ykkur þetta sem dæmi að ég líma þetta sem texta svona og segi svo generate og þá komin þessi kóði hérna sem að ef ég fer á síma í þennan kóða þá ég að fara bara beint á eitthvað stað á landakortinu þá fæ ég upp vantarlega QR-kóða reader hvort ég vilja skoða þetta í browser eða í Vamra eða hvort ég vilja opna Google Maps ef að það en það krefst þess að við séum eða í tölvunni hjá okkur eða snjalltækinu og til þess að hvað ger ég svo við hennar QR-kóða að það sem ég geti gert við hann að ég geti bara save images eða copy images ef ég væri með PowerPoint opið og ég ætla til dæmis að setja þetta beint inn í PowerPoint eða rita þessu gerð þá geti ég sett bara copy images en ég semst að vista hennar QR-kóða. Nú síðan ætla ég að taka sem dæmi, já þetta þetta EM-gur, segjum að þetta sé svona renningur sem ég ætla að vísa í að þá hægri smelli ég og segi copy image url og síðan Ctrl Vaff lími slóðina hérna inn og ég veit nú ekki hversuna það þessi einn en það má eiginlega ekki vera þannig að ég verð að láta slóðina enda á JPG eða PNG ef þetta verið þannig mynd til þess að geta svo límt hann inn í svona QR-kóða lesara eða QR-kóða tæki til að gera QR-kóða og ég segi Ctrl+C fyrir svo hérna í tækið til að búa til QR-kóða hérna ég smelli hérna á url lími þetta inn og segi generate og þá komið þetta sem vísa beint á þessa mynd. Ég ætla að taka líka dæmi þetta QR voice og hérna get ég bara setja þetta á íslensku, ég geti sett þetta á eitthvað annað tungumál, hérna eru þau tungumál sem koma til greina. Ég ætla að setja þetta á íslensku og svo skrifa ég bara eitthvað þetta prufa í hljóðtöku texta beint í texta breytt í hljóð þið myndu skrifa þarna eitthvað það sem þið ætlu að láta vera sagt þegar QR-kóðin þetta væri kannski eitthvað sögupersónu bók sem
sem að fengi hérna líf og þegar barnið myndi smetla á QR-kóða eða skanna QR-kóða þá myndi sögupersóna fara að tala eða eitthvað slíkt. Og svo þegar ég ít og enter að þá búið til, já reyndar þetta til þess að stækka að minnka og svo hægri smelli ég bara og fæ ég þetta vist þetta í þeirri stærri sem ég vil. Og slóðin á QR-kóðan þessi hérna. Ef ég færi á þessa slóð þá get ég hlustað á þessu upptöku líka ef ég vildi prófa hana. Ég ætla aðeins að sýna ykkur þetta kerfi prófs þar sem ég bjó til þessa spurningu og ég hafði fékk held í 14 daga til þess að sem ég hafði svona pröfuútgáfu en þetta tínist ekkert út eftir það kom bara auglýsinga, það án auglýsinga í 14 daga og ég bjó til svona spurningar, ég vil bara sýna ykkur aðeins inn í það og þegar ég bjó til þessar spurningar hérna, þetta var bara frekar einfalt að gera þær og ég gat sett myndir mér finnst það bara skemmtilegra en það ég hefði ekki þurft þess. Ég vildi þess að bara prófa það og ég gat haft margar tegundir af spurningum en ég hafði bara multiple choice. Þannig að þeim fannst það bara svona einfaldast að gera það. En já, ég ætla nú bara að fara tilbaka í þessu og sýna ykkur hvernig þetta á að koma út ef ég preview the link, launch preview mode, þá get ég skoða það eins og þetta kemur út og hérna myndi ég og þetta á að koma svona út á síma og þá ætti sem sagt að ég bara svara ykkur hérna, svo ég geri nú kannski ykkur vitleysur og segjum að ég sé búin að svara þá fæ ég að ég hef fengið 70 og svo framvegis og þetta svona hálfpartin á, það ekki nógu góð íslenska að þessu en þetta svona eitthvað Google íslenska, ég gat stilt þetta á íslensku og þetta var að líta svona óskup svipað út þegar að nemandinn að nota þetta í síma og þetta virkaði allavega í þeim síma sem ég prófaði þetta í en það nemandi vera nettengdur og til þess að fá slóðina sem við notum til að búa til QR-kóða þá smelti ég hérna á link og þá fékk ég þessa slóð hérna. Here is the link that you would use to get people to take your quiz og ég fór bara á þessa slóð ljómaði hana og sagði svo Ctrl+C líma eða þá svona copy þannig að ég verð með hana límda inn í minni fór svo hérna á QR-code generator og þar límdi ég slóðina inn hérna og en þess að tók ég eftir að þegar þetta ekki svona eins og venjuleg url þá virkaði þetta ekki að hafa þetta hérna þannig að ég fór hérna í more og sló þetta inn sem texta. Já, ég byrjaði að breyta þessu í texta og sló svo inn slóðina. Og svo generate og þá var það þessi slóð þannig að ef ég myndi líma þennan QR-kóð eitthvað staðar eða setja hann á einhverja glæru þá myndi nemendur fara bara beint, hann væri með síma sinn og skanna þetta og fara beint í þetta próf. En þetta bæði þessi þrennu verkfæri sem ég var á, eða 4 verkfæri, þarna hljóðverkfæri SoundCloud, síðan að nota Google Maps, kortin og svo að láta nemanda taka próf. Þetta allt svona dæmi það sem við getum nota QR-kóða sem að sendir í einhver verkfæri og það verður örugglega meira það í framtíðinni en ég ætla að láta þessu lokið að sinni.